ætlum að ræða auðlindirnar okkar sem að við búum við. Við erum fátt fólk í stóru landi með miklar auðlindir. Hér vatnsafl og orka í heitu vatni, hér eru fiskimið og hér vindur og hér náttúrulega náttúran sjálf. Og til þess að aðeins að velta fyrir okkur hvernig sambýli samfélagsins og auðlindana hingað komin Indriði H. Þorláksson. Þú hefur mikið skrifað auðlindir og auðlindarentu og annað slíkt. Og mér langar bara að byrja á því að spyrja kannski út frá því sem ég verið að lýsa stöðu okkar, að við erum hérna á þessu skeri í norður Atlantshafi. Við erum fátt fólk á stóru landi með gríðarlega auðlindalögsu í kringum okkur. Og er það svo að við ættum að horfa á það að við, samfélagið, sem er þá líklega ríkisvaldið, ættum að hafa tekjur af auðlindunum okkar, eða eigum við að leyfa, bara fyrirtækjunum að nýta auðlindunar og í trausti þess að arðurinn af auðlindunum myndu einhvern veginn hríslast út í samfélagið. Væri gott að byrja þar, eigum við að innheimta skatta eða tekjur ríkisins af auðlindunum eða ekki? Já, þetta er góð spurning og kannski ekkert einfalt svar við henni, en í mínum augum þá er þetta ekki sjálfur sér skattheimta. Auðlindirnar, ef við lítum svo á auðlindir séu eigu þjóðarinnar, þá á þjóðin líka tekjurnar af þeim, þar segja það umfram það sem að kostar að aðrir kosta til að nýta þar. Þannig að þetta er ákveðið samspil opinbera valdsins og fyrirtækjana. Og ég er ekki að tala fyrir því að ríkið eigi að nýta sjálft þar segja allar auðlindir og svo framvegis, heldur að tryggja það að þjóðin fái sinn skamt. Þannig að þjóðin er þarna bara aðilað málinu strax í upphafi, því hún á auðlindirnar. Já, hún á auðlindirnar og það er kannski grundvallaratriði, og við þurfum að hafa því í huga að þó að auðlindir landsins séu miklar, þá eru það takmarkaðar. Það eru takmarkaðar bæði af efnahagslegum og tæknilegum eða náttúrulegum ástæðum. Við höfum takmarkanir í fiskveiðum, það getur ekki hver sem farið og veitt fisk vegna þess að ofveiði geti eyðilagt þessu auðlind. Það geti ekki allir virkjað og það geti engir tveir aðilar virkjað sama fórsýn, þannig að það er ákveðin takmarkun sett og þessi takmarkun, hún gerir það verkum að það skapast hugsanlega í mörgum tilfellum auðlindaarður, þar segja hagnaður umfram það sem að kostar og þar með talin allur fjármagnskostnaður þess sem að virkjar ána þau sem að veiði fiskinu svo framvegis. Og þessi umframarður, hann er tilkomin vegna tveggja hluta, annars vegar að auðlindin er í eigu þjóðarinnar og hins vegar að hún hefur ákveðið að útluta tilteknum aðilum þeim forréttutum að nýta þetta. En má ég þá spyrja hver er þá staðan í dag ef við myndum labba bara í gegnum auðlindirnar okkar? Hvert fyrir arðurinn af fiskveiði auðlindinu? Í dag er það þannig að, og ég vil kannski taka fram að ég er fyrst og fremst að tala þær auðlindir sem að gefa af sér auðlindaarð, sem að sæta takmarkunum og þessa forsendu til þess að auðlindar myndist til staðar. Og þar erum við með, kannski það sem að lengst hefur skilað auðlindaarði er hitaveitu á landinu. Þær hafa hins vegar verið í eigu fólksins, þar segja sveitarfélagana, og þær hafa löngum verið og lengsta verið afhendar fólkinu nánast á kostnaðarverði. Það var ekki verið neinn auðlindamyndun og arðsöfnun umfram það. Þannig að það má segja að þessar auðlindir hafi skilað sér til þjóðarinnar. Arðurinn á þeim skilað sér í lágu hitaverði, sem er mikil verðmæti í dag. Það er mjög mikil verðmæti og þetta er kannski verðmætast á auðlindir sem við höfum. Og sem betur fer er hún í eins og segja, eigu opinbera aðila og dreifingu þeirra. Síðan erum við með auðlindir eins og veiði, altså fiskveiði auðlindina. Hún er takmörkuð. Hún byrjar ekki að skila neinum auðlindaarði teljandi
fyrir en upp úr síðustu aldamótum, einfallega vegna þess að sóknin í fiskveiðinar, hún var mjög mikil, tækni var ekki komin á þá stig sem nú dag og svo framvegis, en svona frá 2007-08 eitthvað þvíli, að þá hefur hún skilað miklum auðlindaarði, tekjum umfram allan tilkostnað við það. Nú orku sala... Hvar liggur arðurinn? Já, þessi arður bara kemur fram í sem sagt umfram hagnaði, hennum mikla hagnaði útgerðarnar og fer í raun og var í vasa útgerðar eiganda, því að það þeir sem að eiga fyrirtækin og hann... Það er svolítið munur á því og hittavitunni sem út á staðum. Já, sem sagt þarna safnast hann upp hjá enga aðilum og í dag liggur hann sko ekki fyrst og fremst í hvað maður segja, útgerða tækjónum, skipunum heldur í eignum út allt þjóðfélagið í fastegnaði félögum, í hótelum. Út allan heim? Út allan heim? Já, út allan heim líka sko, þannig að það en þetta náttúrulega mjög stór, en þar að ekki hvað maður segja, þó að vel tekist til með hitaveiturnar, þá aðra sög að segja raforkuvinnslu. Þar höfum við fjárfest heilmikið til þess að selja orku til erlenda aðilars, erlenda stóriðu. Og að mínu mati þá staða svo að auðlinda arðurinn, þess að segja, hagnaður umfram tilkostnað, að hann rennur fyrst og fremst til kaupendana vegna þess hvað þeir kaupa orkuna á lágu verði. Þannig þegar við erum að fagna því að Landsvirkjun hafi skilað 44 miljardar hagnaði í fyrra og ætla að greiða 20 miljardar í ríkissjóð sem arð, að þá kannski auðlindarenta í fyrirtækjunum sem að kaupa á Landsvirkjun miklu meira en það. Miklu meira en það og í sjálfu sér sko hagnaður Landsvirkjunar ekki nema að litlum hluta ef einhverjum auðlindaarður vegna þess að fé Landsvirkjunar sem bundið í virkjun og svo ára framvegis, það nemur mörgum 100 miljardar króna og þær tekur sem að koma þessi ávöxtun af þessu fé sem bundið. Og ef að svo ávöxtun næri ekki að vera, hvað maður segja, markaðsávöxtun, þá þetta bara fjármagnstekjur sem að ríkið hefði bara, ef það hefði lagt þessar eignir í hlutabréf eða hvað sem Og það áviðu með þessa 44 miljardar núna, að það bara á mörkunum að vera. Það ekki, en allavega þarf sko hagnaðurinn að vera mjög margir 20 miljardar til þess að skýra sko verulegum auðlinda arði í samfélagi. Nú síðan erum við náttúrulega að sjá núna í fiskeldinu að þá að koma upp sama stað eins og í útgerðinu, það að segja að þeir aðilar sem fá leyfi til þess að vera hér með fiskeldi, að þeir munu koma til með að þjena mjög á því, með sjáum það til dæmis bara á þeim tölum sem koma frá Noregi og mati þeirra. Normenn meta það svo að fiskeldi þar sé farið að skila álíka arði eins og oljuvinnslan gerir, þannig að þetta einhver smá tölur sem þarna. Og auðlindir þar eru firðirnir og sjávarbotnin í fjörðunum? Já, auðlindin í raun og veru aðgangurinn að sjónum, að hafsvæðinu og svo framvegis. Þetta kallaði þeir þetta hafbrúk, sko, auðlinda skattur á hafbrúk. Og síðan sko það nýjasta síðan vind raforkuframleiðslan sem að margir telja muni skapa mikinn arð og það virðist vera reynslan í því enda sérstað á þeirri ásókn aðdraðila þegar að orku kreppun eða menn þóttu sjá orku kreppu í bílunum að þá voru hér allt í einu komni fjöldi aðila sem voru tilbúinir að byggja vindmyllur og þannig eru náttúruauð þar segja bara landi þar sem að liggur vel við vindorku rafvinnslu að það færi verðmæti í gegnum þennan eiginleika. Þannig að náttúruauðlindan eru ekkert sko fasti sem að liggur fyrir, þær eru bara breytilegar eftir aðstæðum, bæði tæknilegum aðstæðum, en líka bara eftir markaðsaðstæðum. Þannig að ef að verðið á
afurðinni, hvort sem það fiskur eða raforka, ef að það lækkar mjög mikið almennt á heimsmarkaðinum, þá hverfur auðlindaarðurinn. En ef þetta hækkar eins og gerst hefur að báðum þessum sektorum og undanfarnum árum, að þá ríkur auðlindaarðurinn upp. Og ég lít svo á og ég lesa út úr rökstuðninginu til að sjá auðlindaskattlagningu Norðmanna að þeir leggja til grundvallar að þetta séu sko byggt á því að það almenningur í landinu sem á réttin til arðs af auðlindum. Auðlindirnar tilheyra þeim og alveg eins og þú tekur leigu fyrir húsnæði sem þú leigir þá á þjóðin sem eigandi að auðlindin rétt til þess að fá hvað maður segja markasverð fyrir það sko. Og En má ég ekki að bara spyrja því ef að þjóðin á auðlindirnar og á þar af leiðandi þarf að ná til sín auðnum sem að skapar þar og hann getur sveiflast upp og niður eftir markasverði og tekni og alls konar hlutum sem þú segir. Hvernig er það best gert? Það er að bjóða þessi gæði upp, það er að skattleggja þetta, það er að leigja þetta. Hvaða verkværi hefðu við það eru kannski 3-4 svona grundarrata mismunandi leiði til þess að fara sko. Það er hvað maður segja auðlindagjöld eins og við þekkjum veiðigjöldin hér eins og þau var hugsuð og finnast víða þar sem borga ákveði gjald fyrir aðgangin að auðlindinni. Þetta þekkist ekki bara í sjávarúti, þetta til dæmis víða þess að varðandi námuvinnslu annað að námueigandi, svo sem fær námuréttindin, hann þarf að borga fyrir það eitthvað gjald, oft á tíðum það bundið framleiðslu magnina. Önnur leið auðlindaskattur sem í kannski grundvallaratriðum alveg hliðstæður auðlindagjöldun, bara þar tekur í raun og voru þennan skattþegara útgerðin eða viðkomandi vinnsluaðil er búin að fá sínar tekjur til að dekka allan kostnað og fjármagnskostnað, að þá fær, hvað maður segja, ríkið stóran hlut af því sem þar er Þetta er svona eins og álag á tekjuskattfyrirtækja. Já, en samt sem áður sko stofnir er öðruvísi reiknæfing þess að þeir afskrifa alla fjárfestingar og svo framvegs í þessu dæmi eins og Norðmenn gera. Þetta er svona önnur leið. Þriðja leiðin er síðan einhvers konar uppboð á heimildunum, bjóða upp fiskveiðikvóta og svo framvegis, eða þá að hann er leigður út bara með einhverju föstu gjaldi árlega sem ræðst á að markaði. Það leigi bara sem að treysta sig til þess að gera góðan business úr því, aðrir eru bara í landi. Sko þannig að það eru til mismunandi leiðir en sko því miður að þá má kannski segja að það sé böl í þessu efni því að við sjáum að það hér á landi þá fer umræðan út í það að ræða tæknilegu lausnirnar í staðin fyrir að ræða prinsipin. Það verðast flesti vera sammála það að auðlindirnar tilheyri þjóðinni. Það verðast flesti vera sammála að þjóðin eigi rétt á arðinum og það en síðan rífast menn það og segja ég vil hafa hér uppbóðsleið og ég vil fara fyrningaleið og ég vil fara veiðigjaldaleið eða eitthvað þess að það í staðan fyrir að mér finnst að það hvílir svo skylda á okkar stjórnmálumönnum að taka afstöðu til þessara grundvallar spurningar sem að er þarna þar að segja á þjóðin auðlindirnar og á hún allar rétt á að fá auðlindaarðin. Segjum að við sem komið þangað að þjóðin eigi auðlindirnar og þjóðin eigi rétt á að fá réttlátan hluta af arðinum. Þá þurfum við kannski næst að segja, hvað er þetta mikill auðlindaarðurinn? Sko, hann er býsna mikill. Ég hef svona reynt að slá mati á það lauslega og mér sýnist að ef við lítum bara á fiskveiðiauðlindina og á raforkuframleiðslunum sem við hefðbundum aðferðum og þá getum við verið að tala einhvers staðar á bilinu 50 til 70 milljarðar. Og ef við lítum til
Og í dag, þú veist að segja áðan að hagnaður Landsvirkjunar er svona venjulega ekki hluti það er bara renta og fjárfestingu og svo vitum við að veiðigjöldin hafi verið kannski svona 5, 6, 7 miljardar. Já, en það sem ég meti í þessu safni er í raun og veru tvennt annars vegar er það umfram hagnaður í útgerðinni, hagnaður útgerðinni umfram allan tilkostnað fyrir og í sambandi við raforkuframleiðslu stóriðju að þá er þetta byggt á í raun og veru mismununum á markaðsverði á raforku og því verði sem að álfyrirtækin eru að borga hérna. Þannig að þetta kemur ekki fram í hagnaði Landsvirkjunar. Kemur fram í fyrirtækjan. Já, þetta heldur þetta er sem sagt, þetta tekur sem að við höfum orðið af með því að fara í þessa langtíma raforkusamninga. En við tókum þessar 2 stofna, þú metur á þessi 50 til 70 miljardar og það er leifilegt að vera með svona rúmt, sérstaklega verið að spurja þig bara sko, svona, og á móti kemur þá svona 5 miljardar sem við tökum inn í veiðigjöld. Er þetta eðlileg skipting, segjum að tökum lægri töluna, 50 miljardar eigandi fái 5? Ég tel það alveg frálegt og hef bent á það sko, en sko þegar að litið er á allt fiskeldið og annað þess áttur og miðað við að það muni ganga hér svipað eins og í Noregi, að þá gætum við verið að tala hér að auðlindaarðurinn væri svona einhvers staðar 2-3% af landsframleiðslunni og sem að er þá einhvers staðar 70 til 100 milljarðar. Og þar af eru miðfæksi eða eigandinn að fá kannski miðað við núvarandi kerfi einhvers staðar 10-15 milljarða. Sem þið finnst þá lágt? Þið finnst þá lágt? Já, og sem að segir okkur náttúrulega að megin parturinn af arðinum rennu til annara. En það sem er kannski því til viðbótar að segja er að þessi hagnaður, þessi umframhagnaður að hann sko skila sér ekki heldur í skattgreiðslum þessar aðila. Það er ekki vegna þess að bæði innlenda félags- og skattalöggjöf geta kleift að menn geta nánast fresta skattgreiðslum á hagnaði fyrirtækja mjög lengi og að stórfyrirtæki sem reka hérna stóriðju, þær hafa fundið leiði til þess að koma á hagnaði sínum úr landi án þess að borga skatta. Þannig að það er ekki heldur tekið á þessum hluta, þannig að hvað maður segja, tjón okkar af aðgerðaleysi og stefnuleysi sem álum er þar leiðandi svona mikil. En ef ég má spyrja þig, ef að það eru auðlindaarðurinn séu 100 miljardar svona, við erum að tala við erum að nota sumarbautana bara, hvað myndir þú telja að vera eðlilegt að eigandinn taki til sín? Sko, í grundvallarnatinu þá lítið svo á að þjóðin eða eigandinn eigi allan arðin, þetta sé partur af hans eign. Þannig að þeir sem að nýta auðlindunar eigi bara að hafa arð af venjulegri atvinnustarfsemi en auðlindarentan eigi að renna öll til eigandina. Já, það er sko í prinsipi. Hins vegar að þá verðum við líka að hafa í huga að það eru sveiflur í þessu og það kann að vera tilefni til þess að, hvað má segja, hafa hvatakerfin til að nýta þessi auðlindir og svo framvegis. Síðan er þetta líka spurningin að mæta svona öðrum pólitískum sjónum byggðastefnu þess áttar, þannig að ég held að sé óhrennt að gera ráð fyrir að allur auðlindaarðurinn skili sér inn, en það á hins vegar að vera, hvað maður segja, ákvörðunaratriði stjórnvalda í landinu hvað það er stór hluti og það á að vera, hvað maður segja, raungerast í einhvers konar reglum eða samningum við þá sem nýta það, en vel að merkja samningum þar sem að ríkið er sterki aðilinn, því að það er hann sem að fer með hagsmuni almennings og honum á ekki að leifast að, hvað maður segja, að láta ekki almenna heillina ráði þessu efni. Og ríkið geti til dæmis tekið ákvörðun að
tek svona kröfu sem uppi handfæra veiðar verði gerða frjálsar, að það sé þá bara tekin hluti út úr fiskveiðiauðlindinni og nýtt með sama hætti og við nýtum hitaveituna, það bara fært til fólksins sem aukin lífsgæði. Já, og þetta líka vel þekkt á Noregi, sko, þeirra fiskveiðistjórnandi kerfi að stórum hluta svona byggða tengd, sko. En þetta undirstrykar hins vegar það mikilvæga og galla með þær ýmsar hugmyndir sem hafa verið varðandi stjórnarskrána og þetta undirstrykar nauðsyn þess að stjórnarskráin eða einhver lög segi það með afdráttarlausum hætti að arðurinn eign þjóðarinnar og honum má ekki ráðstafa nema komið fullt gjald fyrir. Og þessi skýrt hvað felst í lögfræðilega hugtakinu þjóðs. Og það sé skýrt hvað felst í lögfræðilega hugtakinu þjóðs. Það er ekki það samúríkið. Nei, það er ekki samúríkið, sko, ríkið er svona einhvers konar annar aðeins. Framkvæmda armur þjóðarinnar, en það er ekki þjóður. En ég las nýlega mjög fróðlega grein eftir norskan fræðimann sem að rekur það hvernig, sko, almannarétturinn til nýtingar á landi og vatni eða hafi hefur í raun og veru þróast frá fornum tíma, sko, í Noregi og inn í fyrstu löggjöfunar og endar Guðbrandarslögin, sko, Gulaþingslögin sem var undirstaða löggjafar á Íslandi þar sem að raun og veru almenningur í byggðarlaginu átti allan rétt til þess að nýta í eigin þágu þau landgæði sem fyrir voru. Sko. Já, almenningin, bæði til lands og sjávar. Já. En eins og komst fram áðan sömuleyti með fiskveiðiauðlindina en kannski sérstaklega með orkuauðlindina þá það sveiflast mikið og þegar verðið sveiflast á áli eða hverju sem að þá það auðlindar arðurinn sem kannski hann er fljótur að fara. Hann er þess að hverfur fisk. Já, þannig að þá þyrfti innheimtan á þessu eða aðferðin við að vera með einhverju svona, þannig að stundu kemur inn mikil peningur og stundu kemur minna, þannig að þetta er ekki alveg svona venjuleg skattinnheimta. Nei, alls ekki. Þú getur ekki stýrt ríkissjóði með svona miklu sveiflum. Hvernig ætlar að leysa það? Já, sko, það er bara einfallega það að ef að sveifla niðursveiflið þá eru tekjur þjóðarinnar í heild að minnka. Og þá varum við bara að sætta sig við það og með það. En þá lítur að draga þetta inn í einhver svona sjóð sem að síðan er hægt að sækja jafnara út úr. Man getur alltaf gert þetta með mismunandi hætti til að jafna svona sveiflur eins og norðmenn hafa gert með olíusjóðinu og svo framvegis, sko. En það er ekkert komist hjá því að ef að rauntekjurnar minnka vegna þess að verðmæti auðlindarinnar minka, sko, að þá er það eitthvað sem skerðir lífskjörin, það er alveg óhjáfn en ef þetta vext á en þess vegna er líka, sko, og ég held að það sé mikilvægt að halda því til haga að svona auðlindagjöld að þau skerða ekki afkomu, eðlilega afkomu atvinnurektan auðlinda hverfur áður heldur að því að komið og auðlindagjöldin sömuleiðis. En þetta tekur í burtu þetta svona auðlinda lukkuhappatrætti sem að stórútgerðin lendir stundum í og núna til dæmis álfyrirtækin þar sem að álverð hækkaði út af hækkun og orkuverði annars þar í heiminum en orkuverði hér hækkar miklu minna. Þannig að það verður til ógnar auðlinda arður inn í fyrirtækjunum. Já, það var það. Ok, en þjóðin á auðlindinar og þjóðin á auðlindaarðin meira og minna við segjum ekki 100% en það er svona pólitísk ákvörðun hvernig honum verið deilt út getur verið þannig að á tímabili sé þeim sem í einhverju uppbyggingafasa leyft að hafa auðlindaarðin hjá sér og ýmsar aðferð til þess út af sveiflunum að þá verður að draga tekjurnar inn í einhver svona sjóð þannig að við sem ekki háði að reka grunnskólan okkar á svona sveiflu tengdum tekju ríkisins og þá er bara eftir hvernig náum við peningunum inn í sjóðin og þá varstu með þetta með uppbóðið þú varst með auðlindagjald og auðlindaskatt útskýrðu fyrir mér svona kost og galla hvers kerfis svona eins og við þyrftum bara að fara ákveða þetta núna eftir hvað ætlum að gera sko það má sumnett segja að auðlindagjald sem að reyna að reikna bara út hinn raunverulega
auðlinda arðs fyrir hverja einingu af framleiðslunni fiski að því sko séð svona fræðilega séð svo bestar. En hún kemur alltaf eftir á, eða ekki? Jú, en það svo til að fá alla ársendingarna. Það er svona tæknir örðuleikar á henni, þetta eru upplýsingar sem kom eftir og svo framvegis, þannig að það eru ýmsir gallar við hana líka, en hún er svona fræðilega séð kannski svo besta. Hún er líklegust að hitta á réttu krónutöluna. Já, en það má líka segja að uppbóðsleiðin, hún sé fræðilega séð góð, en þá er bara spurningin hvernig er uppbóðskerfin, sko, hvernig eru þau, hvernig virkar útboð í, við skulum segja, okkar aðstæðum þar sem að, hvað maður segja, 80-90% af fiskveiði getunni er saman þjappa hjá fáeinum aðilum. Hvernig kemur það í útboði? Nú auðlindaskattur eins og Norðmenn eru eins og sagði svona eftirlíking af auðlindagjöldunum tekin eftir á þar sem bara eins og skattur reknað út þar sem menn fá frádregin allan kostnað, fjármagnskostnað og annað leið. Það er mjög erfitt að kannski að meta það sko hvort það sé ein leið sem sé best sko. Það sem að mér finnst að ég leggja áherslu á er að að þessi umræða bestu leiðina sem er að stóran hluta tæknilegs eðlis að hún sé tekin eftir að menn er búin að taka stóru ákvarðanir það að þjóðin fái þennan arð. En er það ekki þannig, Indriði, að líklega sættum hérna með bara þjóðina við borðið, þá er eiginlega stæðsti hluturinn sem myndi segja já við öllum skrefunum okkar, þangað til að kemur að sko tæknilega útfærslunni. Og þá sundrast alltaf hópurinn. Jú, þess vegna segi ég sko að ef menn sameinustu markmiðið og hvernig það er að vera sko, að þá er hitt orðið meira svona tæknilega aðfarafræði eða tæknilega útfærsla sem að ég efast ekkert að okkar ágætu sérfræðingar þessu sviðum getur leyst úr og ég held að það eigi ekki vera val eina leið, það geti verið mismunandi leiði. Ég sé ekkert hitt í fyrirstöð að það sé ákveðið til dæmis veiðigjöld í grunninn sem að menn áætla að taki kannski 60, 70, 80% af auðlindaarðinum og hafa síðan uppboð á þessu þannig að þegar mann bjóða í þá vita þeir að þeir þurfa að borga þessi veiðigjöld að þessu þannig að þetta er ekki að mína mati sko hreinar leiðir sem verði að velja heldur að ég að reyna að finna einhverja blöndu sem að fullnægi best þeim skilirðum að skila auðlindaarðinum til þjóðarinnar. Það sem ég óttast hins vegar og held að reynslan síni er að eins og oft þegar ef menn fá tækifæri til þess að snúa sér að tæknilegum díteilum eða smáatriðum þá fara með þá leið í staðin fyrir að ræða stórumálin. Það er auðveldara til dæmis fyrir þá sem að fá til sín auðlindaarðin í dag að verjast í tæknilegu atriðunum heldur en hinn í almennu réttlæti skröfum. Já, það er það. Og þess vegna held ég við erum leitt oft út í þessu umræðu. Sko. Já, þess vegna held ég svo er mikilvægt og undarlegt að manni sýnir sko að ef marka má svona stefnu yfirlýsingur og orð talsmann af pólitískra flokkana þá séu yfirgnefandi meirihluti þeirra fyrir grundvallaratriðum, sammála þeim, auðlind þjóðarinnar, arðurinn til þjóðarinn sem fara með þess, en þeir koma sér ekki saman að negla þessa stefnu einhvern meginn niður í hvorki stjórnarskráni í löggjöf, þannig að mann geti snúið sér að því að segja hvernig framkvæmum við hana. En þá fannst mér leiðin þangað, það er til dæmis mikilvægt að reyna að meta það hvað þetta er mikið, hver er stærðin svo að við þurfum ekki að lendi því að segja að sko 1 miljard hækkun á veiðigjöldum sé eitthvað skref í áttina þegar það er umverulega svo lítið að það takk ekki að tala það sko. Já, ég er alveg sammála því og ég held að menn ættu að vinda sér í það og það er í raun og veru merkilegt að það skuli ekki hafa af hálfu opinbera aðeins verið gerð svona úttekt á þessu. Alveg fáránlegt, það er bara eins og að hafa ekki skráð eignir sínar. Já, sko ef að þetta er rétt sem að ég er samfærður að þetta sé sko einhverju 20 milljarðar og jafnveg slá upp í 100 milljarðar 2-3% af landsframleiðslunni að þá getum við bara borið það saman við fjárlög ríkisins. Við skulum hafa í huga sko að Norðmenn hafa núna árum saman fengið framlög úr
sínum olíusjóðu beint inn í fjárlög ríkisins og það eru verulega fjárhæðir og ótti þeirra við að það sé að fara að lækka svona meðal annars þess að knýra á annað. Við getum líka borið þetta saman við það að við erum að basla við það á mörgum árum að byggja hér Landspítalar, Háskólasjúkrahúsið. Arðurinn á auðlindinni á einu ári, hann meira heldur en allur byggingkostnaður. Þannig að þetta eru stóra fjárhæðir. Við höfum að það í huga sko að allur sjávarútvegurinn hann skila þjóðarbúinu svona einhverjum 5-6% af verkið rannsóknarframleiðslu. Þannig að þetta eru stórar fjárhæðir og skiptir líka máli held ég bara fyrir svona, hvað við segja, sjálfsmynd þjóðarinnar. Það hefur lengi verið svona trú í okkar sögu að leiðin til þess að byggja hér upp gott og öflugt samfélag á þessum skeri í Norður-Atlantshafi, það sé að okkur takist að nýta auðlindirnar, að við þurfum á því að halda til þess að vega upp fólksfæðina og kannski að landið ekkert sérlega gjöfult. Ef við lítum bara á stöðun í dag, að þá erum við að reka þjóðarbúið, þessi ríkisráð, í tapið, það eru fleiri tuga milljóna halli á fjárlögum. Það vantar fé inn í syngu og síður inn í hér heilbrigðiskerfið, menntakerfið og svo framvegis. Þetta skiptir tugum milljarða. En á sama tíma þá horfum við á þessa peningir raun og veru streyma úr landi eða í vasa einkaaðila án þess að gera nokkuð í því. Og ég held að það sé ekki góðir búskapræðir. Það eru undir ég að þakka þér fyrir þetta yfirlit, en ég veit að þegar þú hættir að vinna fyrir ríkið, að þá gerðustu leiðsögumæður og þú ekki nefnt hérna auðlindina sem felst í, hvað við að segja, ósnortinni náttúru eða náttúrufegurð og ekki heldur loftgæði. Það ruglandi að reyna að draga þetta tvennt inn í? Það ekki óveljandi sko. Það sem ég að fjalla ekki auðlindir almennt, auðvitað auðlind fólkin í náttúrlands og svo framvegis og framvegis. En það sem ég að horfa á þær auðlindir sem skapa auðlindaarð vegna þess að til þess að gera þá þarf að vera takmarkað. Það enga takmarkanir á því að fólk geti farið og hort á fjöllin og svo framvegis eða gert hvað sem þannig að það engin takmarkun á þessu. Ef þú færir að setja kvóta á það hvað rútufyrirtæki með fara með marga menn og svo framvegis, þá myndast allt í einu það eru fjöldatakmarkanir á Þingvall. Þvílíkt sko. Þannig að þetta ég eingöngu að tala þær auðlindir, þær náttúruauðlindir sem að skapa eða geta skapað auðlindaarð vegna þeirra takmarkunum sem að nýting á þeim. Almannarétturinn hann hvað í raun og vera að menn gátu notað auðlindina fyrir sjálfar sig, menn gátu högguð skó, menn gátu safna berjum, þeir gátu nýtt þetta til beitar og svo framvegis. En það hefðu allir aðgang að því. En leið og þú ferð að skammta það og segja að það bara sumir og þeir verða þá að borga fyrir þetta, þá myndast þetta harðu. Þannig að það er fjöldin allur af landskæðum og náttúruauðæfum sem að eru til staðar en eru bara ekki, hvað má segja, á fjármálamarkaði. Þakka ekki alveg fyrir Indriði að koma hingað. Við bendum fólki á að kannski verkefni núna að reyna að átta sig á því hver arðurinn af auðlindunum sem við eigum sameiginlega og hvernig við ætlum að nýta hann til þess að byggja hér upp gott samfélag.